Já, það held ég, kæru hlustendur, það föstudagurinn 14. apríl, páskaðir búnir. Ég hérna einn í dag, kæru hlustendur. Iddi vant við látin, hann fyrir austan að tína köngla þennan föstudaginn. En ætti að vera komin aftur í næstu viku. En ég vissulega ekki einn í dag, ég þetta með honum Sigurði Má. Sem að, já, þú ert svona... Já, bara svona digital marketing sérfræðingur og lífur gervigreindar. Já, sérfræðingur, þú ert ekkert menntaður í þessu eða það? Stafrænni markaðsendingu. Já. Menntaður í viðskiptafræði. Já, viðskiptafræði. En síðan ég búinn að vera að vinna í kringum stafrænna markaðsendingu í einhver ár. Já, einmitt. Þannig að þú ert hustler. Það má segja það. Þú myndir segja að þú stafræn markaðsendinga hustler og já, náttúrulega gervigreindar núna. Ég náttúrulega vildi fá því hérna til okkur, þú ert búinn að vinna nú eitthvað með mér og mér fannst áhugavert að dreipa aðeins á þessum fræðum stafræn markaðssetning. Ég meina þetta hvenær svona þetta að ryðja sig til rúms á sjónasviði? Það nú einhver ár síðan. Já, og hefur kannski verið mismunandi í gegnum tíðina bara eftir möguleikunum. Það var verið að gera aðra hluti fyrir samfélagsmiðla en síðan náttúrulega komið samfélagsmiðla og auglýsingar og notkun samfélagsmiðla og allt það, þannig að þetta hefur bara verið að þróast með. Þú veist, stafræn markaðsending ekki í rauninni bara, þú veist, kemur hún ekki með tilkomið samfélagsmiðla í raun? Nei. Hvernig, þú veist? Í rauninni eru bara stafrænir miðlar út að nota þá til þess að koma þér á framfæri og því sem þú ert að gera. Þannig að þær leiðir sem í boði hverju sinni eru nýttar í það, þannig að það hefur alveg verið fyrir tíma samfélagsmiðla. Já, þá kannski bara, þú veist, á netinu bara, veist, það rauninni stafræn markaðssetning þannig. Í rauninni og leitavél til dæmis að vera til lengur. Já, einmitt, maður tengir þetta einhvern veginn alltaf við social media dóldi, sko. Það náttúrulega svo stórt í dag hjá okkur. Já, eðlilega. En heyrðu, við erum ekki einir, við erum alltaf með Lavazza þetta. Ég meina, við erum að dreipa hérna á þessu. Hvernig bollin? Bragðast ekki bara frábælega sem fyrr? Ég myndi segja ég verið svo nýr. Já, ég segi það. Þetta bara bensíni til að starta deginum. Þú ert ekki að býta í baunina eins og Yngvi. Minna í því. Já, minna í því, ég mitt. Nei, herðu, Lavazza, auðvitað hver annar, okkar elsti og líklega virtasti samstagsaðili í föstaskaffinu og tilumniði þessa þáttar. Ég ákvað að byrja að krafti hérna með þetta nýja chat GPT sem við þekkjum. Við komum nánar inn á það eftir. Fyrir þá sem að vita það ekki, þá þetta svona einhvers konar, já, bara gervigreindar chatbotti að einhverju leiti, en líka með fullt bara af alls konar vitnesku. Og ég ákvað að byrja á þessu skemmtilega heitum, sko, að setja inn bara gefðu mér skemmtilega staðreyndir Lavazza. Skrifaði þetta náttúrulega sjálfsögðu á ensku. Og það var eiginlega ótrúlegt magn sem hún spýtti út hérna. Já. Og ég ætla að koma með einn móla úr þessu. En sko, árið 2015 þá partneriðu Lavazza við Argotec sem einhvers konar geimfluga fyrirtæki ítalskt og Italian Space Agency til að framleiða það sem kallast espresso, og fyrir þá sem ekki vita þá ESS, þetta geimstöðin. ESS, kölluðu þetta espresso. Þannig að þetta var í rauninni fyrsta espresso-vélin sem var hönnuð til að nýtast út í geimnum, sko. Þannig að þeir eru þarna einhverjir, hvað segir maður, geimfarar bara, sem eru í International Space Station, ESS, sem eru að njóta góðs af Lavazza og eru með kaffi úr vélinni frá Lavazza út í geim. Þannig að þetta náttúrulega stórkostlegt alveg, Lavazza. Býsna stórt. Já, við þökkum þeim kærlega fyrir sömuleiðis, auðvitað til að fullkomna föstudagskaffið, Digg. Það var mjög vel við með kaffibóllanum með þetta, flott millimál. Þetta er eiginlega svona millimál skástrík kaffitíma mönns, myndi ég segja. Þetta er svona lífrænt og gott, hér ekkert sykur, rusl, það gamla góða kókossírópið. Það hljómar ekkert eðlilega lífrænt, sko. Henda vel í fjallgönguna og svo náttúrulega, svo golfsísonið auðvitað byrja líka. Maður minn, frábært í það. Hvernig, hlustaður á Digg drápuna mína? Þú hefur verið að hlusta eitthvað á byggjuna? Já,
ég get ekki haft hana eftir þér Nei. En ég man eftir henni Dig, god damn it's good En ég, ég geti kannski farið að þurfa að semja fleiri ljóð Það allavega þetta fæst bara í öllum helstu verslunum Go Nuts á Dig Við þökkum þeim sumulegis kærlega fyrir En svo við dembum okkur aðeins bara út í efni þáttarins Þetta svona stafræn markaðssetning / gervigreind Mér langar bara svona til að spyrja þessi stafræna markaðssetning bara mikilvægi hennar fyrir fyrirtæki í dag hvað þú veist, kannski aðeins að renna við náttúrulega fórum við bara hvað stafræn markaðssetning jú, þetta vissulega ekki bara samfélagsmiðlar þetta bara alls konar basically bara þau tól sem í boði í stafræna umhverfi til að koma þér á framfæri sem þú getur nýtt þarna en mikilvægið alveg ofbóðslegt kannski sér í lagi fyrir ný fyrirtæki það eru til fyrirtæki sem eru búin að vera kannski í 30 ár og eru bara með fasta samninga hjá ríkinu eða eitthvað í þáttina alltaf með nóg að gera og þurfa kannski ekki endilega að koma svo á framfæri en ef það einhverjir nýjir aðilar að komin á markað þá eru samfélagsmiðlar og bara stafrænar auglýsingar mjög sterkur möguleiki Já og bara algjört möst þú veist, er maður farin að sjá fyrirtæki sem að koma nýtt inn sem bara hreinlega ekki á samfélagsmiðlum eða einhverju maður bara sér það ekki Nei, ég held það málið, maður sér það ekki en þetta náttúrulega stafræn markaðssetning kannski ekki eins og við séum bara á samfélagsmiðlum eða hvernig þetta náttúrulega líka þú veist, eins og postlisti væri það ekki dæmi stafræna markaðssetningu? Jú, 100% og það líka bara eiginlega vannýtt tól hérna á Íslandi til dæmis Einmitt, þetta maður farin að sjá þetta þú veist eðlilega því að ég kannski grúska dálítið mikið bara á netinu og að afla með þekkingar hitt og þetta bara í tengslum við þáttinn og annað sem ég að gera og maður sér þessa menningu erlendis bara þessa póstlista menningu þú veist það eru aðilar hvort sem það fréttafólk eða vísindafólk eða í fjármálageirinum allt bara komið með sína eigin póstlista og kannski með einhverju þúsundir áskrifenda á það Akkur, þú veist, akkur ekki að sjá þetta hér? Ég held að, einn partur af því allavega sá að við erum svo fá sem tölum íslensku miðað við enskuna, til dæmis að þetta það er ekki alveg eins mikið vikt í þessu en samt þú veist, þú getur séð alveg leikandi sölu upp á mörg 100.000 í gegnum póstlistaða sem þú þarft ekki að borga neitt fyrir birtingafé þú þarft bara að búa til góða virkni í gegnum póstlistaðin setja upp góða sjálfvirkni og reyna að hafa þetta svolítið skemmtilegt inn á milli þannig að þetta sé ekki bara sala þannig að veist, möguleikandir alveg talsverðin en það er allur gangur á því hversu miklu máli þessar upphæðir skipta það kannski sem fyrirtæki sem maður nenni ekki að spá í 500 óskalli á meðan netverslanir þetta getur breytt stórkostlega miklu þar þannig að það getur verið allur gangur á því en það eru miklu færri hérna á Íslandi þannig að þú veist, þú ert ekkert með 1.000.000 manns á póstlista Nei, eðlilega en maður bara einhvern veginn sér ekki maður sér kannski meira blogg hérna þú veist það er svo algengt að einhverju einstaklingar séu með póstlista erlendi maður sér það bara ekkert hérna en fólk eflaust að nýta sér þetta kannski þú veist bara í hljóði að skrá sig á erlenda póstlista eða hvernig sem það en maður einhvern veginn sér minna af svona fígúrum skilur á Íslandi sem að nýta sér þetta því að þetta kannski svona heilu þrenning úti að vera með póstlista, podcast og YouTube-rás eða eitthvað svona sem bara hreinlega minna af hér en klálega örgulega vannýtt markastól Alveg 100% þú veist, ég bara sem dæmi ég sett upp póstlista það sem var ekki í notkun það að vera að safna netfengum og þá var búið að fá leyfi til þess að senda pósta á þetta fólk og eina sem ég gerði í rauninni var að virkja þetta og á mjög stuttum tíma þá seldist fyrir einhver 100.000 og þetta hefði bara ekki verið í notkun áður Einmitt, þú hefur náttúrulega verið að setja upp fyrir fyrirtæki svona póstlista, náttúrulega hjálpaðir okkur pingjunni við þetta sem var glæsileg vinna og en því miður þá settum við það í smá hlé en þetta svona skemmtileg leið til að miðla efni en þú talar að þetta sé bara hreinlega tól til að auka sölur jável hjá fyrirtækjum Algjörlega það ef maður kann að nota þetta og nennir að kynna sér þetta þá getur leikandi sett upp sjálfvirkni
í póstlista og það til dæmis eitthvað sem ég hef gert að búa til sjálfvirkni þannig að þú fáir í rauninni bara flæði af póstum þannig að ef þú kaupir einhverja vöru eða setur hann í körfu til dæmis þá ertu myndur á það að þú sért með vöru í körfu þú getur búið viðkomandi afslátt eða eitthvað í þáttina og alveg sama þó að einhver kannski hugsi að þetta virkar ekki mig þá virkar þetta samt á hellinga fólki það er fullt af fólki sem að vill klára kaupin gleymdi sér kannski og ef þú getur grætt peninga á þessu, af hverju þetta ekki gera það? Nei, nákvæmlega. Ég, sko, en svona, þú talar að það eru kannski einhverjar á póstlista sem að bara nenna þessu alls ekki, en hanga samt alltaf á póstlistanum, sko. Þú veist, það er ekkit óeðlilegt svo sem að vera með, þú veist, það er alltaf talað svona open rate og þannig. Já. Þú ert kannski með 1000 manns á póstlista. Það er ekki... Hvað er svona eðlilegt, bara open rate, skilur, 40% eða... Segja að fari bara, það er rosalega mismunandi. Ég allavega líti á þetta þannig, þetta er bara eins og, bara þess vegna með líkamsrækt eða eitthvað. Þú ert bara að keppa við sjálfa þig, ef þú ert með 30% open rate, þá ertu bara að stefna á að ná upp í 40, þú ert bara að reyna að bæta þig og eftir er reyni bara að hugsa það, kannski frekar heldur en hvað hver sem er með, af því að það er náttúrulega mismunandi stærðir á póstlistum og svoleiðis og umhverju kannski mismunandi þannig það er kannski ég myndi frekar alltaf að reyna bara að stefna á því að ná einhverjum framförum í staðin fyrir að miða við næsta gæja sko. Fólk lítur alltaf á einhvern veginn póstlista sem bara svona verkfæri djöfulsins sko. Nei, ég ætla sko ekki að skrá mig á póstlista hér sko. En það er líka bara vegna þess að póstlistanir eru kannski ekki nógu vandaðir það nennir enginn að vera póstlista sem er verið að segja frá því sko, í 15. skiptið í mánuðinum að þessi 10% afsláttur á einhverju drasli sko. Það þarf að vera aðeins skemmtilegra og þú þarft eiginlega að vinna þér inn leyfi hjá fólki til þess að vera þarna í inboxinu hjá þeim og svo náttúrulega líka með svona subject, þú veist, það skiptir auðvitað máli í þessu líka. Ég tók eftir því þegar við vorum með okkar póstlista sko, að það var ég held að við höfum verið með svona meðaltali kannski 70% open rate sem að þykir mjög gott sko, en maður tók alltaf eftir að maður var með einhverja krassandi fyrirsögn í póstinum eðlilega þá er hærra open rate sko. Þannig að það er bara þetta með, eins og með fréttirnar og annað sko. Algjörlega, þarna ertu bara með gögn sem þú getur skoðað, þú getur gert alls konar tilraunir, prófa mismunandi fyrirsagnir og tímasetningar að því hvernig þú sendir pósta og bara mismunandi topic í póstlistanum. Þannig að þú getur prófaði áfram og lært af öllu sem þú gerir ef þú nennir að rýna í gögnin sko. Algjörlega. En svo það er nú einhverjar fleiri leiðir, ég meina sko Google Ads og þetta. Já. Hvað það er einhvern veginn svona, ég hef aldrei áttað mig nægilega vel á því. Hvernig er fyrirkomulagið á þessum Google Ads? Þú getur bara að opna heimasíðu, sóttum hjá Google Ads og þú ert bara að fá pening fyrir í rauninni að gera ekki neitt. Bara að hafa eitthvað svona auglýsingaslott í gangi inn á síðunniðinni. Það er Google AdSense. Já. AdSense, það er í rauninni, þá getur þú sótt að í rauninni vera með birtingapláss inn á vefsíðunniðinni og Google getur það plantað auglýsingum inn á síðunniðinni og þar getur þú búið til tekjur í gegnum það, ef þú ert með næga umferðan inn á þannig að þá þarf það að standast ákveðin skilyrði en síðan í Google Ads ef þú ætlaðir að nota þau sem þær auglýsingar sem leikmaður þá náttúrulega getur þú farið út í alls konar galdra til þess að ná til fólks eins og til dæmis bara ef þú ert með ef fyrirtækið snýst að segjum veit einhverja þjónustu sem að ekki hver sem er þarf að fá segjum bara þú ert með fótaðgerðir eða eitthvað svoleiðis sem að eru kannski ekki fyrir alla það myndir þú kannski ekki endilega henda því inn á Facebook, það eru kannski færri sem er að leita að því en þú vilt birtast hjá þeim sem er að leita að því og þá er Google auglýsingar til dæmis frábærar af því að þú getur verið að láta það birtast hjá fólki sem er að leita eftir fótaaðgerð. Já, svona targetað. Já, þannig að það er mjög heppilegt að nýta það ef að þú þarft að koma þig fyrir framann rétta fólkið en það er kannski ekki endilega viðeigandi að vera að leita eftir því, þú veist kannski með eitthvað vandamál með löppina eða eitthvað sem þú þarft að græja og þú finnur þann markkóp kannski ekki endilega á Facebook eða Instagram af því að þú getur ekki targetað út frá þeim sem er að glíma með fótavandamál. Nei, nákvæmlega. Þannig að þá myndir þú vilja koma þig fyrir þar en síðan getur þú nýtt til dæmis Facebook og Instagram í retargeta fólk. Þannig að
segjum ef ég með fótað að gera stofu einhverja ég með auglýsingu, ég næ inn fólki sem að leita af þessu á Google það kemur síðan inn á vefsíðuna mína þá ég búin að merkja viðkomandi og get síðan eld viðkomandi með einhvers konar auglýsingum á Facebook og Instagram þannig að þú getur samnýtt þetta rosalega vel og þetta svona einhvers konar retarget pæling einmitt þetta alveg magnað að spá í þessu sko þú veist hvers takku getur haft á fólki sko bara út frá einhverjum upplýsingum sem að þau leita sér bara af í sakleysinu á netinu sko algjörlega, þetta náttúrulega ástæðan líka fyrir því að þú ert eldur af einhverju vöruframleiðanda sem að þú manst ekki eins og eftir að hafa skoðað þig einmitt hvað það? Ok, nú verður þú samt sko, það eitt sem að ég örugglega allir búin að taka eftir ég hef lendið að reynilega tala eitthvað fyrir framan eitthvað og svo ég aldrei skrifað það kannski inn í síma minn eða tölvuna svo bara komin auglýsing það í Instagram story sjálfur eitthvað sem ég var að tala þú veist, hefur eitthvað leitað þekkingar á þessu, þú veist, mækin bara opinn eða hvernig, þetta bara hrein tilviljun eða ég held að allir hafi lent í þessu bara hafi verið að tala eitthvað rétt á hann svo bara komin auglýsing þetta ekki sko þegar við erum að setja upp auglýsingaherferðir í gegnum auglýsingakerfi Facebook þá við erum ekki með möguleikan á því að targeta fólk sem var að tala eitthvað sko þannig að þetta ekki opinbert að sé að vinna með þetta en ég hef séð skrýtna hluti varðandi hluti sem ég hef talað og fæ síðan ég fengi pop-up bara frá Reddit þar sem að ég hafði átt umræðu tiltekinn áfangastað og ég hafði aldrei leitað hann inn á netinu en síðan fæ ég tillögu frá Reddit að ég geti verið hrifinn að því að skoða þráð sem að snýst þennan tiltekinn áfangastað mjög skrítið þannig mig grunar að það séu eyru þarna í símanum sem það alveg 100% sko því að þú talar þetta target sko, mér langar svona aðeins að ég náttúrulega snerist aðeins í þessum heimi á sínum tíma eins og einhverjir hlustendur kannski vita og þú veist að þá var ég með hérna áttuna sem var svona ákveðið samfélagsmiðla fenómenon á sínum tíma 2017 við svona rætuðum dálítið þessa Facebook-bylgju vorum náttúrulega að nýta þetta tól, targeting tól á sín, þú veist, hérna við að bara auglýsa, eða sem sagt vera sýnilegri það breyttist rosalega hratt sko maður var alltaf farin að þurfa að borga meira og meira og meira og þú veist þetta var alltaf sífellt minna effektíft sko hvernig, þú veist, þekkjuru þetta Facebook umhverfi í dag mér langar kannski aðeins bara svona að fara yfir kannski kosti og galla við hvert og eitt sko YouTube, Instagram, Facebook, Twitter LinkedIn jafnvel, þú veist, eitthvað svona sem þú telur öflugra markastól heldur en annað í þessu á þessum samfélagsmiðlum? Ég myndi alltaf skoða þetta út frá aðstæðum þú veist, fyrir einhvern geti til dæmis bara TikTok verið frábær lausn já, TikTok, ég með að gleymi því sko já, en það virkar til dæmis kannski vel fyrir einhvern aðeila en ekki annan, þetta veldur kannski á vörunni og hvernig markaðurinn bara á því svæði við komandi síðan á þeim aðeila sem að auglýsa það til dæmis ef þú myndir vilja úthýsa allir í svona þjónustu þá minnka möguleikarnir strax meðan ef þú til dæmis bara tökum sér dæmi engaþjálfara ef engaþjálfari ætlaði að fara að búa til eitthvað efni þá þurft að horfa í allar aðstæður í kringum það sem hann að gera þú veist, er hann með birtingafé ef ekki, þá þarf hann alltaf að einbeita sér kannski fyrst og fremst að TikTok upp á að það langmest svona mesti sýnileiki með að við fylgjenda fjölda þú í rauninni þarft ekki eins og fylgjenda þú getur ekki brjálaðan sýnileika eða þú ert bara með gott efni þannig að þá myndir hann kannski, myndir hann einbeita sér að TikTok og síðan Instagram Facebook myndir sennilega gera rosalega lítið fyrir viðkomandi ef einhver er með Facebook like síðu og setur hann einhvern post þar sem fyrirtæki það sést ekki neitt meira sé að þú sért með sko ég held að áttan hafi verið með yfir 30.000 á einhverju tímabili og ef við prófum að gera, þú veist, ekki keypt eða þú veist, keyptum ekki boostið, skilur þá var þetta bara innan við 1000 áhorfið að hvernig það er sennilega ígjur sko, en þú veist, þetta var bara eitthvað ótrúlega lítið sko. Facebook gaf þeir ekki neitt sýnileika sko. Akkurat, þeir líka
mokaðin tekjum og hölsing það var þannig undir lokin, þess vegna er ég að tala um hvernig þetta breyti sko. Í byrjun náttúrulega keyptum við aldrei neitt búst eða neitt þannig, en svo sáum við bara að það var orðið nauðsynlegt til að viðhalda bara flæði í gegnum síðuna sko. Já, og líklegast fer þetta þangað hægt og rólega allstað. Þess að þú þarft að borga meira fyrir Facebook-auglýsingarnar heldur en þú gerði fyrir 5 árum. En það er líka, það sem að gerist meðfram þessu er að fólk er að verða betra í að gera þetta, þannig að standardin hækkar og þú þarft alltaf að gera meira og meira til þess að vera sýnilegri og þegar standardin hækkar þá náttúrulega, það eru fleiri sem eru komnir inn að auglýsa og það eru betri auglýsingar og svoleiðis, þannig að þú þarft alltaf einhvern veginn að gera betur og því fylgir alltaf kostnaður hvort sem það er í tíma eða peningum. Þannig að þetta verður alltaf erfiðar og erfiðara og þess vegna kannski eru margir sem eru að úthýsa þessari vinnu sko. En síðan er með til dæmis eins og TikTok sem er sennilega heppilegast í miðillin upp á að ná þessari organic dreifingu. Ef að það eru einhverjir aðilar sem eru ekki að nýta það núna, þá þú veist, þeir gætu mögulega alveg mist af lestinni, því að þú veist, kannski eftir ár þá er minni dreifing, þannig þú veist, það er mjög sniðugt að nýta þetta á meðan þú getur fengið svona góða dreifingu. Sko. Við vitum það, TikTok núna er bara fullkomið tól til að byrja gjörsamlega á nulli. Með engan pening til að, þú veist, upp á að geta náð einhverju traffík. En á sama tíma þá kannski svona fólk sem er bara á okkar aldri eða eitthvað svona, finnst þetta að vera bara eitthvað svona krakkatól. En sannleikurinn er samt sá að ég held að, þú veist, það eru, þó að fólk sé ekki virt í innsendingum, þá er einhvern veginn allir með TikTok aðgang, sko. Algjörlega. Og það er svona kannski frekar, hvað myndi maður segja, þetta er svona vannýtt dóltið upp á það að gera sko. Fólk heldur að þetta séu bara einhverjir grunnskólakrakkar sko. Já, það er bara alls ekki þannig lengur. Vanmetið myndi ég segja. Já, veist, þetta er það sem er til dæmis að ná þeim aðilum sem eru kannski yngstir, veist, yngstu krökkunum sem eru að nota. En það er öll flóran þarna, þó að sé kannski stærsti hópurinn séu yngri aðila, þá eru þeir sem eru eldri að færast þarna inn vegna þess að þarna þú þarft ekki að borga fyrir birtingar, þú þarft að borga með góðu efni eða þú ætlar að gera eitthvað. Og þarna er bara oft á tíðum mun vandaðra efni heldur en er á hinu miðlunum og þess vegna er fólk þarna inni líka. Já, þetta er skemmtilegt. Hvernig, sko, við langar nú aðeins að dreipa á, þegar nú erum við vissulega í hlaðvarpi. Auglýsingar í hlaðvörpum, þú veist, hvernig myndur þú meta það versus bara stafrænt, að þú veist, væri þetta ekki að einhverju leiti stafræn markasetning? Jú. Líka, þú veist, hlaðvarp? Klálega, þú veist, þetta er í stafrænu hugverðu, þannig að alveg klálega og inn í svona marketing mixinu, þú veist, þá getur þú verið að nota þetta og aðra lausnir, en þetta getur verið frábært tól ef þú spáir svolítið í því hvað þetta gera, til dæmis eins og ef að ég vildi auglýsa hjá einhverju hlaðvarpi þá myndi ég til þess að ná sem mestum árangur út því þá væri heppilegast ef ég myndi þekkja markhópinn, ef það er einsleitu markhópur og þetta er kannski segjum bara þetta er allt saman stjórnendur fyrirtækja eða eitthvað í þáttina, þá til dæmis væri mjög heppilegt fyrir mig að planta einhvern veginn, þú veist, vöru sem er að selja til fyrirtækja, þú veist, B2B, vera þar, þá var það kannski líklegra heldur en ef við vera auglýsa pop eða eitthvað. Þannig að það er kannski, ef maður getur staðsett viðeigandi vöru fyrir fram að viðeigandi markhóp og gert það á trúverðugan hátt og þú veist, varan er góð og er að leysa vandamál fyrir þennan markhóp, þá getur það verið frábært. En ef maður er einhvern veginn ekki, ef maður ætla bara að birtast einhvers staðar, þá verður útkoma meira bara einhvern veginn líka. Þannig að þú getur klárlega gert vel í þessu sko. En það er nefnilega, sko, sáum daginn einhvers konar grein þú veist, bara hversu effektíft þetta postlisti og YouTube er, þú veist, það er alltaf talað um þetta combination af þessu þrennu, þetta er svona frekar vanýtt hérna á Íslandi sko, en erlendis þá er þetta eiginlega bara það sem er að springa út í markasetningu og er alltaf að auka hlutdeildina sko, í þessari heildar köku sko, og í rauninni með það er alltaf verið að tala um að sko að samfélagsmiðla auglýsingar séu alltaf að vera minna og minna effektíft, þú veist, út af því að það er alltaf
kröfunar alltaf hækka og hækka sko. Já. Eða svona kröfunar, eða svona, fattaru mig fattaru það sem þú varst að tala um standardin alltaf að hækka og þú ert alltaf krafinu meira og meira sko. Já, mér finnst það svo áhugavert að sjá því að það í rauninni ekki hægt að það er engin algoritmi sem getur riðlað þessu sko. Þú veist, postlista, podcast auglýsingunum. Já, það er alveg góða punktur í því sko að þú ert með þeim postlista og nærið í gegn en þú þarft alltaf að delivera með góða efni sem svo sem alveg standardin líka því eins og með góðar auglýsingar þá þarft að gera gott podcast til að fólk nenni að hlusta þannig að á endanum þarft alltaf að vera að senda frá því gott efni en síðan þarf við þetta bara aðstæður eru svo mismunandi hjá fólki, þú veist Já, klálega hafa menn tíma í að búa til alveg gott efni og svo leiðis Já, nákvæmlega Það er ekki spurning, heyrðu svo er það auðvitað aukakrónunar maður minn, Landsbankinn kaspakerfið góða þetta er það sem við köllum bara svona nútíma sparibögg þú ert alltaf að safna við hverja einustu færslu og svo er þetta bara þetta eru ótal samstarfsaðilar þarna geti kíkt betur á það inn á landsbankin.is en ég er með díl dagsins Já Nú er alltaf veiðisísonið að byrja svona hvað á hverju ertu eitthvað að veiða? Ég veitti stundum á höfninni á Húsavík Já Það er á Asilamsi Já, þú ert bara á höfninni Já, gamla góða höfnin En fyrir þá sem eru með aukakrónukorti þá er 5% cashback í boði hjá veiðihotninu í Síðumúla Og þetta er nú ekki ódýrar græjur Svo að þú getur nú verið að spara þér einhverja máltíðir á að nýta þetta tilboð sem slíkt En svo er náttúrulega hellingur af öðrum tilboðum þarna og hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að kíkja á aukakrónur hjá Landsbankanum og þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið en sko aðeins til að halda áfram í þessari stafrænu markaðsendingu áður við færum okkur svona yfir í gervigreindina sem að ég er persónulega mjög spenntur fyrir en sömuleiðis hefur maður verið að snúast aðeins í þessu umhverfi sjálfur og var svona velta fyrir mér þessari svona efnisköpun fyrir samfélagsmiðla þú veist hvers konar efni getur verið gott bara fyrir mismunandi tegundir fyrirtækja og annað, þú náttúrulega hefur dreift á því náttúrulega, ef þú ert í einkaþjálfun ertu náttúrulega með allt öðruvísi efni heldur en ef þú ert með, þú veist, blómabúð eða whatever, sko. Algjörlega, og það er þarna, þú veist, fólk þarf að horfa út í þú veist, þekkja markkópið sinn og bara sem dæmi efni sem þú getur við að gera fyrir samfélagsmiðla og líka bara efni sem þú hafa inn á vefsíðunni þarf og ætti að vera svolítið miðað að kúnnahopnuðinum þannig bara sem dæmi blómabú bara til að taka eitthvað sem er þokkalega krefjandi það sem þú gæti verið með inn á til dæmis bara vefsíðu og að búið til efni í kringu samfélagsmiðla það er bara hvernig átt að halda blómum á lífi ég veit ekki neitt sem kann það það er eitthvað vandamál sem maður er að díla við hvernig átt að velja blóm hvað þýða litirnir í blómum og veist, alls konar svona efni sem að snýr að því að gera vöruna eða þjónustuna meira spennandi eða meira virði því að ef þú veist hvernig þú ert að fara með vöruna eða þjónustuna þá færið miklu meira út úr því að verslana þannig að þú veist þetta er svo mikilvægt eiginlega í öllu sem þú ert að gera bara rétt eins og þetta selja kaffi eða eitthvað í þáttina þá getur verið frábært efni sína hvernig þú getur gert mismunandi blöndur hvað skiptir máli í kaffi þú veist, hvað gerir gæðakaffi að gæðakaffi þú veist, reyna að finna alla mögulega leiðir til þess að hjálpa fólki annarkvort að leysa vandamál sem að snúa að vörunni eða þjónustunni sem þú ert að gera eða einhvern veginn að gera það áhugaverðar þannig að þetta verði meira virði fyrir þig fræðsla er alveg óbóðslega mikilvæg það er alveg býsna oft þannig að fólk nennir ekki vera að búa efni til eða það vill ekki veita einhverjur upplýsingar án þess að fá borga fyrir það með því að vera að gefa relevant upplýsingar þá ertu líka búið til authority í bransanum bara með því að vera gæðin sem er með svörin sá sem að getur svarað hlutum og leyst vandamál þá eðlilega leita fólk þangað þegar þarf loksins að versla sér þjónustu einhvers staðar og við erum alltaf farin að sjá sko þetta er alltaf að verða einhvern veginn svona léttara og léttara yfir þessum auglýsingum þú veist, tókum sem dæmi Kuku Campers ég veit ekki hvort þú hafi hlustað á þann þátt þá spiluðum við sko þá var hann eitthvað I'm the CEO of Kuku Campers and I can do what the hell ever I want eitthvað þú veist var bara eitthvað
með einhver kúrekahatta á hestbaki og þú veist, þetta eru svona auglýsingarnar sem að svona, þetta eru svona TikTok vænustu auglýsingarnar einhvern veginn. Já. Og maður alltaf farin að sjá sífellt meira af þessu. Já. Frekar en einhverja svona vandaðar dýrar auglýsingar. Það svona meira verið að reyna að spila inn á að bara svona vera fyndinn og nógu léttur á því, sko. Það líka alveg partur af þessu að vera með skemmtilegt vörumerki sem að sýnir hvað fyrirtækið að gera, þannig að þú veist, ef þú ert að koma með skemmtilegt efni og nærða að koma inn á þjónustun og vörunum sem við erum að veita, þá ert allavega að ná fólki til þess að horfa, en þú ert að koma fyrir einhverjum skilabóðum inn í þessu líka sem að skipta máli upp á að skilabóðum komist til skila. En að setja það í skemmtilega búning er stórkostlegt, því að það er auðvitað bara miklu skemmtilega að horfa á skemmtilegt efni. Algjörlega, það er svona léttleikinn, hann er svona dálítið að taka yfir í þessu. Já, klálega. Þú sér það bara eins og með pingjuna, ég meina við svona gerum í því að vera aðeins léttari yfir kannski frekar þurru efni, þannig að þetta er bara svona dálítið að mínum að þetta er svona nýstáleg markaðssetning. Það er líka bara, þú nærð fólki, þú færð athygli fólks með því að gera efni skemmtilegt og þegar þú getur gert eitthvað sem er venjulega þurrt að einhverju skemmtilegu og áhugaverðu, þá áttu bara mjög oft með eitthvað frábært í höndunum. Já. Þannig að það er frábær kostur ef það er hægt að gera hluti skemmtilega. Já, við erum að reyna það eftir fremsta megni. En herðu, já, ég ætla að setja bara svona staðanumið í bili við stafrænu markaðssetninguna og færa okkur yfir í gervigreindina. En þú ert að aðstoða fyrirtæki við svona stafræna markaðssetningu og ég hef sjálfur náttúrulega reynslu á þér, bara gæti ekki mælt meira með. Þú ert að gefa, þú varst náttúrulega með Arcade. Já, og það er bara, en þá vinna í gegnum það verið ekki. Já, en ertu aðgengilegur ef fólk hefur einhvern áhuga á að heyri þér varðandi? Já, er það mail eða? Það er að senda á mig á siggi@arcade.is. Siggi@arcade. Það er einhverjar fyrirspurnir eða eitthvað í þáttunni eða fólk bara vil velta steinum varðandi það sem við erum að ræða, sko. Já, eins og ég segi, gæti ekki mælt meira með hvert fólk bara til að heyri þér ef að, bara hreinlega auka sölu. Já, meðal annars. Ekki spurning, en herru, gervigreindin, ég, sko, bara first thing first, sko, bara hvað er að gerast í þessum heimi núna? Er bara verið að leggja niður öll störf bara með tilkomu ChatGPT? Við erum allavega búin að sjá að það eru stórar uppsagnir sem hafa verið að koma hjá risafyrirtækjum. Já, og vilt þú meina að, þú veist, er þetta beintengt því eða er þetta meira bara með fjárhagserfiðleika eða hvað? Ég þori ekki að fara með nákvæmlega hvað veldur, en það eru klárlega einhverja breytingar að fara að vera framundan þar sem að með því að nýta þessi tól og tæki sem er verið að búa til núna, til dæmis bara með því að nota OpenAI API sem að þeir eru með, þá það er verið að búa til verkfæri sem geta flýtt fyrir alveg ævintýrlega miklu. Og kannski fyrir hlustendur til að fara aðeins yfir þetta ChatGPT, þetta er sem sagt bara gervigreind frá OpenAI og ég raun bara svona eins og við sögum í byrjun einhvers konar chatboti. Já, language model í grunninn, language model, og er hægt að fara inn á það bara er þetta ekki bara openai.com eða chat.openai.com, stofna aðgang og getur bara eignast nýjan vin. Já. En þetta er áhugavert að setja þetta í þetta samhengi að ég vil vera að segja fólki með tilkomu botans, sko. Já. En ég man, sko, þetta var nú að brjóta svona sjónasvið í október síðastliðin, held ég. Varst þú eitthvað var við þetta fyrr? Þetta er sennilega ekki fyrst að opna gervigreinda tólið eða hvað? Sko, ég fór fyrst, það var eins og að það hefði komið eitthvað bara bylgja af svona dóti. Þú veist, þegar allir voru að setja inn myndir af sér sem voru búin til af gervigreind og eitthvað í þáttina, það var svona með því fyrsta sem að var varfið. Rétt áður en að þessi bylgja kom, þá var ég sjálfur farin að fikta í einhverju öðrum leiðum til þess að gera þetta í gegnum kerfi sem heitir Midjourney, sem maður getur búið til myndir. Já, emitt. Síðan kemur þarna þetta Lensa app sem allir voru búið til myndir af sér gegnum, það voru allir setjum 10 myndir af sér í mismunandi galla. Alveg rétt. Teiknum út á. Og fljótlega eftir það þá kemur ChatGPT, mér minnir að það hafi verið í desember. Einhvern veginn er ekki 4. des. Já, er það þá? Mér fannst þetta svo að vera í október eða nóvember eða eitthvað svona. Það er sennilega
Var það kannski bara Instagram myndirnar sem að voru að byrja þá? Já, þær byrjuðu undan, nokkuð vissum það. Og já, ég var við það og umræðinu á netinu hversu brjálæðislega hratt notenda fjöldin væri að hækka og fljótlega eftir það þá fór maður að skoða þetta. Þá gefur bara ljósa að þetta er eitthvað verkfæri sem maður hefur aldrei síðan áður, sko. Einmitt. Já, einmitt, algjörlega, en sko, núna þú veist, þú hefur verið að starfa í þessari stafrænu markaðssetningu, hægt að nota til dæmis gervigreind eitthvað í því? Já, vægast sagt. Já, þú veist, hvernig tvinnast þetta saman? Þetta eiginlega bara tvinnast saman þannig að sko, ef þú getur spurt spurningana sem þú vilt fá svörin við, þá getur þú fengið aðstoð í gegnum þetta. Já. En það er allur gangur á því hversu góða spurningar fólk er að koma með. Já, einmitt. Þannig að þú getur útskýrt sem dæmi, segjum út að vinna bara hjá einhverju fyrirtæki, þá getur þú útskýrt aðstæður þessa fyrirtækis og komið með allar upplýsingar það og beðið svar út frá því. Já. Það eru kannski einhverju sem myndir setja inn, getur þú hjálpað með markaðsmálin fyrir fyrirtæki og svari verður eftir því. En ef þú útskýrir fyrirtæki veitir svona þjónustu, það er að sinna svona viðskiptavinum, það er á Íslandi. Þú getur klætt bottan bara svona dálítið í þinn búning. Já. Bara sér sniðiðan, sko. 100%, þá færðu miklu byrja svör, sko. Það er mér að segja bara eitthvað, sko, nú alltaf, sko, já, ChatGPT 4, það er örgulega flestir sé það að það býr yfir, sko, íslensku, bara getur generatað íslenskan texta og bara nokkuð vel, þó að náttúrulega það sé við að potu brotin þar, sko, varandi beygingar og málfar og annað, en sko en hugsunin er alltaf til staðar, virðist vera á bakvið textana. Já, hugsunin er svo mári komast. Þeir eru að vinna í þessu með miðend. Já, einmitt. Og íslenskan á væntanlega bara eftir að verða betri. Já, og það er sko í rauninni hægt að segja bara svona, nú er ég Bjarni Benediktsson og er að fara að halda ræðu á þingi, skrifa hana fyrir mig bara eins og, þú veist, ég sé hann og þá kemur texti út sem að er bara hljómar eins og Bjarni Ben, skilur, eins og bara hann hafi skrifað þessa ræðu, sko. Og þú veist, því að sumir eru náttúrulega að nota þetta bara dálítið eins og Google, bara hvernig, þú veist, í hvaða tímabelt er ég, eða eitthvað, skilur. Og það er náttúrulega, hann getur auðvitað svara því bara strax, sko. Það er að nýta þetta á svo marga vegu og eins og þú segir, sko, svona, já, eins og við segjum bara sér sníðan dálítið. Já. Og þetta, já. Ég hugsa, sko, að þú veist, það er við búið að tala að þetta sé að fara að vera pínu hættulegt fyrir störf skapandi fólks af því að ChatGPT getur hjálpað til með að búa til hugmyndir af efni og alls konar svoleiðis en ég held aftur á móti að mikið af skapandi fólki getur spurt spurninga sem að kannski bara skapandi fólk myndi spyrja að finnur leiðir til þess að ná meiru út úr þessu þannig að það er, ég held að vera alltaf pláss fyrir þá aðila sem enn að kynna sér þetta. En þetta klárlega ítir undir samkeppni á bara listskapandi sviðum. Skilur, ég meina, þú veist, heldur þetta muni hafa einhver áhrif á listgreinar bara þá eins og bara handritshöfunda eða bara rithöfunda yfir höfuð? Ég svona, maður sér þetta kannski ekki alveg, sko, steypa þú veist, málverkum, slíkum, þú veist, svona fysiskum að steypa þeim á stóli, sko, en það er þá meira kannski einhver svona textaskrif og annað. Já, allavega með ChatGPT, þeir eru náttúrulega búin að, þeir eru líka með myndvinnslu forrit, þannig séð, en ég get alveg trúa því að, sko, þeir sem að eru að búa til mikið efni og svoleiðis, varandi til dæmis handritsskrif, þetta getur bara verið eins og auka para puttum sem að virka ofbáslega hratt. Þannig að ef að til dæmis þeir eru með einhvern ákveðin grunn þá geta þeir fengið aðstóð við að semja meira ofan í þetta. Segjum bara þú ert að skrifa upp einhverjar ákveðnar aðstæður og þið vantar einhverju meiri dramatík eða eitthvað í þetta eða þú vilt losna við einhvern karakter úr sögunni eða eitthvað svoleiðis, þá bara biðurðu leiðir til þess að enda þetta á, þú kan ekki biður að þetta verður að vera pínu fyndið. Og þá færðu svona lausnir út, þannig að ef þú ert að spyrja réttu spurningana þá getur þú fengið alveg geggju svör, sko. Mér finnst þetta svo skeri, sko, ég tala fyrir því áður, sko, ég veit ekki, þú veist, maður veltiði líka bara fyrir sig bara hvernig þetta verður með skóla og annað, bara
BS-ritgerðir og Masters-ritgerðir og annað sko, hvernig bara skólar ætla að tækla þetta sé raunverulega þitt eigið hugvit sko, því að það náttúrulega einhver leið til að debunka þetta, að svona afsanna textana, að sanna það að þú skrifar hann ekki heldur einhver ChatGPT en svo náttúrulega hægt að fara einhverja leiðir í kringum það þetta líka. Þetta verður held ég bara svona eins og með að downloada. Þú myndi alltaf geta downloadað og komist upp með það. Sama með þetta, þú myndi alltaf geta komist upp með að skrifa einhverja mastersritgerð eða BS-ritgerð á endan. Sennilega þetta tól kannski ekki alveg nægilega upplugt til þess akkurat núna. Í raun, en hún ekki að fara að spýta út heilli ritgerð fyrir þig. Þú kannski meira þarft að skipta þig niður á kafla eða eitthvað þannig, sko. Segðu þú mér. Þú getur sett saman heilu ritgerðnar í gegnum þetta alveg klálega ef þú vilt gera það, en í dag erum við ekki kannski, þú veist, þetta ekki komið á þann stað að þú geti fengið 50 blaða sína ritgerð í einni runu, en þú þarft að gera þetta í bútum og til dæmis ef þú ætlar að skrifa eitthvað ákveðið efni, þú þekkið ekki sjálfur, þá getur þú fengið út einhverja vitleysu og lítur síðan bara út þessu fíbli ef þú skilja það inn, sko, þannig að maður þarf alltaf að vera, maður þarf að þekka efni ef maður ætlar að skila frá sér einhverju, en þetta getur hjálpað þér alveg óbúslega mikið ef þú gerir það, en varðandi það, þú veist, getur greint þetta, ég hef séð alveg dæmi það að það séu komin upp síður sem að geti greint hvernig, eða þú veist, hvort að efni hafi farið í gegnum ChatGPT, en ég hef líka prófað að, þú veist, ef maður setur býsna mikil skilyrði á textan, bara beður að þessu sé lýst á einhvern ákveðin hátt eða í ákveðinu stíli eða eitthvað svoleiðis, þá verður textin ekki eins almennur og allavega náði ég að koma einhverju í gegnum svona greiningatól, þú veist, það sem að var bara, ég man ekki, það eru 95% af efninu lítur út fyrir að vera original, en ég veit ekki hvort að þessi búin að gera eitthvað ennþá betra til þess að ná þessu, sko. Maður hugsa að, þú veist, verður það ekki gert, það hlýtur, eða þú veist, hvernig bara, það hlýtur að vera, erum við ekki að fara að sjá einhverja algjöra byltingu í þessu á næstu árum, ég meina, verður þetta ekki bara, þú veist, það er örugglega samt byrjaði, bara, eins og, þú veist, við erum búin að vera að tala um póstlista til dæmis, verður þetta ekki bara póstlista skrifaðar að gervigreind? Það er nú þegar byrjaði, sko. Og þú veist, þú getur heimt í gegn það að setja upp svoleiðis skrift, sko. Sko. En þú veist, hvernig sérðu framþróunina bara á næstu árum í þessu? Ég meina, er þetta fara að nýtast með, til dæmis, við höfum séð tækni eins og bara Metaverse, og þú veist, það er talað um að Metaverse verði bara, allsráðandi eftir einhver ár, að allir verði bara í sitt hvoru horninu, sem einhverju avatars. Sko, út frá því sem ég hef séð, þá ég var nú bara síðast að lesa það fyrir mjög stuttur síðan að Mark Zuckerberg verið búin að draga auguna þess af Metaverse og væri farin inn í gervigreindina, sem er bara eðlilegt því það er ofbóðslega mikil tækifæri þar virðist vera. Síðan þetta gæti farið í þá átt að þetta verið stoppað því að það er búið að tala fyrir því að þetta sé bara, þetta má ekki gerast svona hratt, þetta getur hættulegt. En svo getur verið að þetta verði bara meira púður sem frítt og ég get ímyndað mér eftir því sem að tæknin verður betri þeim hraðari þróun verður vegna þess að þeir geta farið að nýta gervigreindina til þess að efla hana hraðar. Galið, sko. Einhvers staðar var talað um að hún læriði á 70.000 falt meiri hraða en mannsheilin, sko. Þú veist, þannig að svona með við hvað við höfum verið lengi hér á jörðinni sem homo sapiens, sko, þá ætti að vera ansi stutt í að þetta tæki bara hreinlega yfir, sko. Algjörlega. Þannig að þetta er fullt af svona siðferðslegum spurningum þarna og þú veist, að siðferðin taki fram úr tækninni, þetta hefur oft verið svona spursmál, sko. Já, algjörlega. Og ég held að það sé nú þegar byrjað að gerast, sko. Já, þú veist, þetta áhægt og rólega eftir að fara í einhverja skrýtnar áttir. Alveg 100%. Sko. En þetta er náttúrulega ekki bara ChatGPT, þetta eru fullt af öðrum plattformum sem að eru jafnvel nýttar í mismunandi tilgangi, einhverjar gera bara svona tölvuteknaða myndir, einhverju plattformar að bara sérhæfa sig í handritum eða einhverju, og svo er náttúrulega bara kvikmyndir, stuttmyndir, ég hef verið að sjá einhverja YouTube-klippur bara gervigreindar kvikmynd, bara 20 myndir, vissulega ekki fullkomin, sko, en þá getur þú bara skrifað inn texta, bara ég vil hafa þetta og þetta eru karakterarnir og svo bara er þessu spýtt út og
Já. Þú veist, erum við jafnvel að fara að sjá þú veist, kvikmyndaiðnaðinn bara ok, tónlistariðnaðurinn það er nú þegar byrjað Spotify, komnir einhverju bottarinn á Spotify. Já, það er alveg mér sýnist þetta einhvern veginn vera þannig að það eru allir að fara að nýta sér þetta Já. bara eins og þau geta til dæmis bara fólk er náttúrulega að byrja að nota þetta til þess að búa til tónlist það fer að líka eftir þú veist, það verður að láta Kanye West taka Beatlana eða eitthvað sko veist, það er alls konar svona rugl sem byrjaði að gerast þannig að það á eftir að aukast væntanlega þar síðan með kvikmyndir ég sá núna fyrir ekki svo lengur síðan það voru einhverjir gæjar sem að bjuggu til það var eiginlega bara svona anime mynd einhver þannig að þeir voru bara að leika og síðan gátu þeir nýtt gervigreind til þess að setja þetta í anime búning og það tók miklu minni tíma heldur en það hefði gert á gamla mátan þannig ég get trúið að þróun í alls konar efni verði miklu auðveldari það er eitt dæmi sem ég var að sjá þetta voru einhverjir nemar í Stanford eða eitthvað svoleiðis sem voru búið til gleru sem voru tengt við OpenAI þannig að þau virkuðu þannig að bara eins og ef þú verður að taka viðtal við mig þá byrtist upp á glerugunum svör sem að ég ætti að segja við þig þannig að það var að gerast live og þetta var sýnt og þetta er rétt að byrja sko Shit, sko, wow þú veist, og sko bara eftir 10 ár Já. því að þetta er að þróa svo hratt hvar verðum við, sko maður er bara smá hræddur við þetta Já, ég veit ekki, þú veist, mannkynnu er dálítið illa við breytingar, upp til hópa það eru bara nokkri mánuði síðan þetta byrjaði eiginlega og þetta er strax komið þangað sko. og ChatGPT 4 þú veist, sem er náttúrulega svona áskriftarmódel, ég keypti mig sjálfur áskrift af þessum daginn, bara til að prófa og þetta er með einhverja þú veist, milljónfalt fleiri gagnapunta eða whatever heldur en ChatGPT 3 var með sko. Og það er bara nokkri mánuðir hérna á milli sko. Þannig að það verður áhugavert að sjá bara eftir 10 ár hvernig heimurinn verður orðinn í þessu sko. Heldur betur. Og ég held að, ég er ekki vissum að fólk átti að sjá því hversu hratt þetta getur gengið yfir sko. Það er líka bara hlutir sem eru byrjaðir að gerast sem fólk kannski veit ekki af bara mjög nýlega þá var ég að skoða tól sem er tengt við GPT-systemið og út frá orðum þá geta skrifað vefsíðu. Ég get bara beðið og ég get séð live þegar verið að skrifa hana og við erum ekki að tala bara kóðin inn á ChatGPT heldur var bara verið að skrifa hana í kóða fyrir fram að mig og bara sjá reyti verið að byrtast og texta og verskrar og eitthvað rugl sko. Þetta og sennilega bara eftir að vinda upp á sig. Það var alltaf talað tölvunarfræðinga sko. Þú veist að það er fyrsta starfstéttin til að deyja út með tilkomið þess sko. Já. Ég var stólega það sko en það muni deyja út en þetta klálega getur sparað fyrirtækjum helling, þú veist. Já, klálega. Á að nýta sér þessa lausn. Leiðilegt að segja það en það er bara staðan, skilur. Já, ef fólk kann að nýta sér þetta, ég held að þú þurfir alltaf að vera með einhverja sérfræðinga samt svo til þess að sikta þetta út bara eins og með alla kóðavinnu ég er ekkit sérstaklega að læsa á kóða þannig að ég er pínu takmarkaði þegar kemur á svoleiðis stöfi af því að ég veit ekki ef ég vil láta skrifa upp fyrir mig lausn þá veit ég ekki hvort það var í Python og CSS eða eitthvað, ég veit ekki hvað er best fyrir þetta þannig að mismunandi sérfræðinga geta til dæmis nýtt sér þetta á mjög mismunandi hátt. En herru, svo var að detta inn hérna með okkur ansi kunnulegu samstagsæðli, það er Jómfrúin. Halló sko, ég var búin að sakna hana svo mikið sko og við erum alltaf, eins og ég segi, verið með henni áður og veist, núna fyrir alltaf líka bara styttast í sumarið, það er að koma vor, menn eru konum með vor í pung og sko það sem gerist á sumrin hjá Jómfrúnni og það er sumardjassin, gamli góði. Hefur setið þarna út í portinu og... Já, portið eftir, en seinast þegar ég fór þarna, fór ég í einhvers konar humarsmörbröð sem er bara, það var fárlega vel útilátið og svo bragðgott að ég eiginlega finn fyrir söknuði bara við að heyra þetta sko. Ekki byrja á smurbröðinu, þetta er auðvitað bestu smurbröð landsins þarna á Jómunni að danskri hefð að sjálfsögðu. Svo er það líka bara að vera þarna, þú veist, alltaf ferð ángað inn á þess að það sé verið að gera viðskiptadíla sko. Þannig að ef þú ert með einhverja viðskiptahugmynd eða einhvern viðskiptafund upcoming þá er Jómfrúin auðvitað staðurinn til að vera á. Og eiginlega bara ekkert orðið það meir. Þetta er, eins og ég segi, að vera þann út í portinu á góðum sumardegi með jazzin í gangi. Ég held að þú finnir allar betri aðstæður. Og ég býð bara Jómfrúna hjartanlega velkomna til okkar aftur.
En til að halda aðeins áfram með gervigreindina, við erum búin að vera að tala um þessa, ég var kannski aðeins á svörtu nótunum með framtíðina, ég veit það ekki, þetta svona, sko, mér langar samt aðeins að halda áfram með þessa siðferðispælingu, sko, bara, hvernig lítur þú á það, þú veist, siðferðislega rétt að vera að gefa út, kannski bara efni undir þínu eigin nafni, sem að gervigreind hefur skrifað fyrir þig? Það er bara rosalega erfitt að segja. Nú veit ég að þú ert ekki siðfræðingur, en þú veist, mér persónulega myndi örugglega líða illa, sko, það náttúrulega fer eftir því, sko, hvort að þú myndir gefa út efni, sko, sem að væri bara búið að, þessum gervigreind væri bara búin að búa til fyrir þig. Já, eða, sko, þú veist, undir mínu nafni, ég veit ekki eiginlega hvar maður stendur með þetta, því að þú veist, ef það eru allir að gera þetta og þá munu allir gera þetta einn daginn, hvaða máli mun það skipta? Ég geti trúið þetta eigi eftir að breytast, en þú veist, persónulega finnst mér stórkostlegu munur á því ef ég myndi biðja hann að skrifa fyrir mig bók, ég myndi bara segja skrifa fyrir mig bók, síðan myndi ég bara taka það og byrta það, á móti því að sko að skrifa inn mjög dítilegar upplýsingar hvað þú vilt gera, þú ert kannski með grunn hugmynd og hann að koma með bara samsetningar á því sem að þú vilt fá út, þú veist, það er alveg munur á því ef þú ert búin að taka þinn tíma í að stilla þetta og koma með mjög skýr fyrirmæli hvað þú vilt fá hvar, sko, og setja upp og allt það, þannig að þú veist, ég gæti alveg ímynda mér að með tímanum gæti það orðið skylda skrifa, þú veist, ef þú múti gefa út bók þá verið það unnið af Arnari með hjálp gervigreindar, þú veist, eitthvað í þá áttina þá þurfir að taka það fram. Það er samt bara svo sad eitthvað. Já, algjörlega. En það getur ekki hver sem fengis hvaða útkomu sem úr þessu. Nei, einmitt. Af því að þú getur farið í svo mikla dítela, sko. Einmitt. Það er alveg mjög góð punktur, sko. En já, ég held að þetta sé bara einhver spurning sem að þetta mun pottitt koma upp bara einn daginn eins og bara með hvað annað sem að allir eru byrjaðir að nota, sko. Þá er einhvern veginn alltaf einhver svona inngrip, sko. Hvort það verða lögum hreinlega veit ég ekki, hvort þetta sé bara eins og með, þú veist, ef áhrifavaldar eru að auglýsa eitthvað, hvort það þurfa að koma fram að þessi auglýsing. Já. Bara einmitt hvort að þetta þurfi hreinlega bara að koma fram. Að þetta sé meðhöfundur ChatGPT 4 eða 5 eða hvað sem að framtíðin mun leiða í ljós, en sko, aðeins á léttari nótundar, þú veist, bara getur komið með einhver dæmi fyrir mig, bara svona hvað eitthvað stórkostlegt sem að hægt að gera með þessu, sko, veist, og við vitum það er hægt að, þú veist, basically þetta getur skrifað handa þér handrit, en þá þarftu sennilega að svona grípa oft inn í og laga þetta til og svona, en þú veist, er hægt að búa eitthvað til, þú veist, hvernig er þetta að monetæsa þetta, skilur, peningavæða þetta, hvernig, eitthvað stórkostlegt? Ég er með nokkur þokkalega áhuga við dæmi. Ef þú ætlaðir að búa til peninga, þá getur einfaldlega bara skrifað, ég kann þetta og þetta og þetta og þetta, ég er í þessum aðstæðum, hvernig get ég búið til pening úr því? Og þú getur beðið step by step leiðbeiningar hvernig þú átt að gera það, og beðan þess vegna að taka ákvarðanir fyrir þig eða eitthvað í þáttina. Það er dæmi einhvern gæja sem var á Twitter, hann bjó til þráð þar sem að hann sagði við ChatGPT að hann ætlaði í rauninni bara að vera framlenging á ChatGPT, þannig að kerfi gæti búið til bara leiðavísi að einhverju ákveðinni niðurstöðu. Þá var markmiðið að afla einhverja tekna út í pening, og hann ætlaði bara að gera það sem ChatGPT myndi segja, sko. Þannig að þú getur farið þá leið, en síðan getur í rauninni, ef þú ert að gera eitthvað ákveð, þú ert sem bara fasteignasali eða eitthvað, og ert að búa til pening með því, þá getur fundið þarna leiðir til þess að leysa ákveði vandamál sem eru fyrir fram að þig. Þannig að þú getur gert allan djöfulinn, en dæmi eitthvað bara áhugavert og skemmtilega stöf sem ég hef séð í þessu, og ég prófa til dæmis, ég gaf mér nú ekki tíman í það, en ég gat beðið hann að vera kennari minn í forritun,
sagði hann, ég kann ekki neitt Já. Ég vil að þú búið til prógram fyrir mig, hvernig ég get lært Já, það er svo brilljant líka sko. Bara settu upp fyrir mig námsefni, núna kann ég ekkert þannig að þú þarft að segja mig hvað ég á að gera til þess að læra þetta Já. Og þá get ég bara skilgreint hvernig hann á að vera sem kennari og þú getur meira að ráði í hvernig kennaran Já. Og ég get beðið hann að tala við mig bara láttu mig heyra það ég get alveg þákaði vil sko eða ég get verið bara verður rosalega næs við mig Þetta er svo brilljant líka, það er svo mikið af fólki sem kannski fer ekki á stað því að þú veist, það er svo sér fyrir sér að þetta er svo mörg skref, hvernig á ég að komast á stað þú veist, hvaða þekkingar þarf ég að afla með nákvæmlega til að komast að þessu endamarkmið, þarna basically getur bara beðið bottan, helvitis bottan að gera þetta fyrir þig, bara hvað þarf ég nákvæmlega í þessum skrefum þú veist, til að læra þennan hlut, skilur Algjörlega. Og þetta er mjög gott dæmi snið og leið en svo líka náttúrulega þú lést bottan gera handaður einhver svona tann- og húðrútínu skilur sem ég fann sko brilljant Það er býsna skemmtilegt og þar nýttur þeir töflufítur sinn Já, í rauninni það sem ég gerði var að mér langaði til þess að búa mig til eitthvað græða þarna sem geti hjálpað mér svona í daglegu lífi þannig að til þess að inn á baðherbyggi þar er mér svona skáp og ég bjóð til semst bara perfect skin routine þú veist það sem stendur bara hvers vegna ég á að gera hvað, hversu oft ég á að gera það þú veist af hverju þetta er gert þannig ég sé það alltaf og bara þú veist ég á að gera þetta mánudöfum, þriðjudöfum, miðvikudöfum kvölds og mótna þú veist það var bara tabla sem að segir hvað ég á að gera hvenar og ég gerði líka fyrir tennunar ef ég væri með hár þá hefði ég gert það líka fyrir hárið sko þannig bara svona að reyna að mastera þetta ég er búinn að skoða leiðivarðandi til dæmis ef þú vilt búa til einhvern ákveðin fatastíl þá fór ég í það og fekk gauri til þess að hjálpa mér að þú veist bara spurðu mig spurninga og búðu til óafinnanlega fatastíl út frá því og bara þá bað ég bara eina spurningu einu síðan gef ég svar út frá svarinu mínu þá fæ ég næstu spurningu þegar þú er búin að spurja mig nóg þá kemur þú með útskýringu á því hvernig nýji stíli minn er þú veist, ég fór í svona Þarna gætur þú jafnvel spurt bara þú veist, hvar get ég keypt þessi föt nákvæmlega, þú veist, þessa flík sem að myndi passa inn í þessa fatasamsetningu eða whatever sko Gæti gert það, en það er alltaf gott að hafa í huga að gögnin ná ekki nema bara til 2021 þannig að það gæti verið eitthvað úrelt en ég gerði þetta með til dæmis húðvörurna sem ég var að prófa ég baði hann að mæla með húðvörum og ég baði hann að passa að það væri öll innihaldsefni í þessu sem þarf til þess að þessu framúrskarandi en að passa jafnframt að vermiðin sé ekki of hár og því það getur skoðað innihaldsefni því að þau eru í lýsingunni þannig að og svo líka bara fyrir upp á næringu fólks að gera eða þú veist matarplan og það getur bara sett upp í töflu fyrir þig nákvæmlega hvaða næring er í þessu sem þú borðar yfir daginn Já, það er mjög áhugavert og annað sem er tengt þessu er að þú getur beðið mataplan eða beðið æfingaplan eða eitthvað í þáttina en þú getur líka byrjað á því að segja hverjir eru 5 fremstu aðilar í þessu í heiminum og síðan komaði kannski með nokkuð nöfn og þú getur fengið útskýringu á því af hverju viðkomandi talið fremstur og þá getur bara að segja, ok, mér líst vel á þannig gæja og þá segirðu, getur þú gefið með plan út frá fræðunum sem að þessi er að iðka og þá færðu eitthvað sem að þú ert miklu hrifnar af kannski í staðan fyrir að þetta séu á valmenn Myndi hann segja að aðilin var á styrum ef að svo bara undir Myndi GPT segja þér að aðilin var á styrum ef að svo bara undir Ábyggilega getur þú spurt það eins og bara Sylvester Stallone, er hann á styrum? Já, ég myndi frekka að fara einhver aðra Maður hefur náttúrulega tekið eftir því sko að bottin neitar að svara oft einhverju svona ósiðsamlegum spurningum Já Ekki það að ég hafi verið bara eitthvað að dæla í hann einhverjum viðbjóði sko en það er svona, já ég myndi samt ímynda mér að hann myndi örugglega ekkert svara því ég ætti kannski að spyrja hann bara núna bara dæmi eitt svona sem að ég prófaði til þess að athuga hvað hann var að dansa á línunni það var, ég spurði það nót í eða með 2 nákvæmlega jafn hæfa einstaklinga sem eru komið í atvinnuviðtal og annar þeirra lítur ofboðslega vel út er búin að hafa sér til er í snirtilegum fötum kemur vel fyrir og hinn aðilinn, hann er með alla sömu þekkingu og talar alveg eins en hann er þú veist, hann er ekki sérstaklega vel snirtur þú veist, hann er ekki alveg besta útgáfan sjálfur sér
og útkoma sem við fekkum því að útlitið ekki að skipta máli eða umhyrðað eitthvað í þessu áttina. Já, hann aldrei PC eða svona. Já. Þú veist, fólk verður bara ákveða fyrir sig hvort þið finnst þetta skipta máli, en ChatGPT allavega sagði að þetta ætti ekki að skipta neinu máli. Annað áhugavert sem kannski verðt að minnast á í þessu, varandi íslenskuna. Já, sorry, ég verði aðeins að koma inn á þetta. Já. Að og hann segir, ég spurði hvort Silvers á lónvarastyrum, hann segir að það var ekki konkrétt sannanir fyrir því, en talar að ég að virða individual privacy hjá honum og ekki vera að not make assumption or allegations without credible information. Þannig að þetta alltaf svona, já, ég held að hann ekkert í slúðrinu, sko. Með það eitthvað að fólki sem búið að vera í því að reyna að hakka sig, eins og maður segja framhjá einhverju svona, til þess að fara að segja hluti sem eru frekka vildir. Já, en já, ég greip fram í fyrir þér, þú varst að tala íslenskuna? Já, með íslenskuna. Annað dæmi sem eiginlega ótrúlegt. Þú getur þannig sé kennt ChatGPT að vinna úr ákveðnum gögnum fyrir þig. Þannig bara sem dæmi segjum ef að ég væri að sjá bestu deildina í fótbolta og ég ætti að búið til leikjalýsingar út frá öllu, það bara stendur Valur KR og tímasending. Ég myndi skrifa inn bara ákveðin texta bara á miðvikudaginn næstkomandi þessi leikur, það verður allt brjálað bla bla bla, þú veist, ég myndi skrifa einhvern ákveðin texta, ég myndi segja ChatGPT út frá þessu gögnum sem bara 2 lið og dagsending gerði ég þennan texta. Þannig að þú gætir rauninni sett inn, ef ég sett inn annan texta sem sambærilegur eða önnur gögn, getur þú komið með sambærilegan texta við mig. Þannig að þetta í rauninni býr til útkomuna fyrir þig og sér hvernig þú ert að vinna gögnin og getur haldið áfram að vinna það fyrir þig og sparaði þannig hellingstíma. Sko, það náttúrulega hægt að fóðura bara bottan af einhverju svona gögnum bara að þú vilt skrifa texta eins og bara Donald Trump myndi skrifa hann, þá getur þú náttúrulega í fyrsta leið, þú getur bara spurt því að hann ætti að hafa nóga upplýsingum, en segjum bara einhver sem hann myndi ekki þekkja, en þú ert bara bloggari og ég fóðra hann bara endalaust af bloggunum þínum, þá get ég sagt bara skrifaðu texta fyrir mig eins og Siggi Már myndi gera það, sko. Þetta þú veist, það sumir áttast ekki alveg á því hversu snjalla leið hægt að fara með þetta, sko. Nota þetta kannski einmitt eins og ég segi, meira eins og Google, sko, en þetta er alveg fáránlega öflugt tól, sko. Þetta það einhvern veginn, ég gæti alveg ímynda með það að þeir sem eru svona mest virkir í að nýta sér þetta, þeir munum á að spara sér mikinn tíma eða finna mikið að lausnum í kringum þetta, sko. Já, klálega. Herru, þau eru hérna með okkur líka hjá Dokkobit talandum að einfaldaði lífið, sko, rafrænar undirskriftir. Við viljum ekki sjá hann helvítis pappi lengur. Ætti eiginlega reynilega að vera bara skylduverkefni fyrir alla hlustendur að bara skrá aðganginn á dokkobit.is akkurat núna og stuðla að hraðari útferð pappirsins. Viljum ekki sjá þetta, sko. Þetta eru auðvitað bæði gigantískur tímasparnaður og ef tími eru peningar þá ertu að spara hann einnig, sko. Þannig að ég hvet bara öll fyrirtæki og alla einstaklinga til að stíga inn í framtíðina og rita undir rafrænt. Ert þú ekki hrifin af því? Alltaf. Þú ert ekkert í viðskiptum við fyrirtæki sem að láta þig skrifa undir og skanna? Ég vil hafa þetta allt rafrænt. Já. Það er bara svo leiðis. Já, eina viti. Dokkobit, kíkið á það. En herru, nú fer nú svona að síga í seinni hlutan hjá okkur, en mér langaði svona aðeins að dreipa á því hvernig gervigreind svona getur raunverulega létt okkur lífið, svona bara fyrir jafnvel fólk sem er bara, þú veist, skrifstofufólk eða bara einhverju greiningarvinnu eða hvernig, þú veist, við erum náttúrulega þetta búin að dreipa á ýmsu, en bara fólk sem er bara í svona, kannski, þú veist, sem er ekki endilega að skapa eitthvað, jafnvel bara, þú veist, er með yfirmann og eitthvað og er bara með eitthvað svona verkefni, ég menna, þú veist, ertu með einhverjar pælingar varandi það? Já, klálega. Mikið af allavega svona á yfirborðinu þá er greiningavinna oft á tíðum mjög svipuð, þú veist, út að greina
einhver gögn eða eitthvað í þáttina sem þú þarft að vera að fara ítrekkað yfir einhverja hluti og skila einhverja niðurstöðum þú getur spurt út í þú útskýrir ferlana á bakvið hvað þú ert að gera og þú getur spurt út í get ég gert þetta á einfaldari hátt getur komið tillögur komið með 10 tillögur að því hvernig ég get einfalda með lífið þú veist það sem ég er með þessar áskorunir þú getur spurt út í getur fundið leið til að sjálfvirkni veða þetta þannig ég geti verið út í síkó allan daginn að samt skila sem er niðurstöðu þú getur bara sagt þetta sko þetta er náttúrulega alveg brilljant pæling þú veist, hvernig geti sjálfvirkni vætt þetta sem ég er að gera ég vil sett bara upp eitthvað kerfi algjörlega og sko ekki nóg með það þá getur sagt líka 9-5 vinnaðin geti orðið 9-10 vinnaðin algjörlega, það er möguleik það er kannski ástæðan fyrir því getur spurt bara hvernig get ég gert 9-5 vinnuna mína að 9-11 bara, eða eitthvað og þú veist, og þetta er það sem ég er að gera bara fóðuraðan að öllu, þú veist, ef þú ert einmitt í svona einhverju svona, hvað segir maður bara svona standardferlum endalust, sko, hvernig er þetta einfalda það er einmitt mjög góð pæling, sko og það, þú veist, þú getur sett inn mismunandi breytur í þetta, þú getur til dæmis sagt ég kann ekki að forrita þannig að þú ert að koma með lausnir sem að innihalda það ekki og þú fær svör og ef það er einhverja leiði þá myndu fá einhverja vísbendingur um það þú getur síðan sagt með þetta step by step leiðbeiningar að þessu og þá er mikilvægt að nota step by step því að þá bara segir hann þetta og ef það er ennþá flókið fyrir þig þá segir útskýr þetta fyrir mér eins og ég sé 10 ára og þá verður þetta ennþá einfaldara þannig að þú getur beðið allt þú þarf bara að beðja í rauninni réttu hlutina og ég vil líka bara útskýrðu skref 3 fyrir mér í 5 skrefum eða hvað skilur þú veist að þú skilur það illa algjörlega, það er hægt og þú veist bara ef maður hefði haft þetta þegar maður væri í grunnskóla eða þess vegna bara framhaldsskóla eða eitthvað í þáttina að geta, þú veist þegar maður kannski misti af einhverju vegna þess að maður þorði ekki að spurja hvað er þetta? Maður vildi ekki spurja það fyrir frá bekkin eða eitthvað að meðan það var kannski 70% af bekknum sem veit ekkert hvað verið að tala þá getur einhver þarna útskýrta fyrir mann eins og maður sé 5 ára sem að kennari kannski gati ekki eins og gert og þá er maður strax komin up to speed bara með því að fá að spyrja þeirra spurningar sem maður heldur að séu heimskúli eða eru það ekki maður er að átta sig á því hversu öflugt þetta er í háskóla sko. Þú getur basically nú er ég í verkfræði og það var kannski bara einhver morsringur í reglunafræði sem að ég þurfti bara að leita mér að einhverjum indverskum vídeóum bara til að finna einhverja útskýringu á þessu því að bókin náttúrulega var ekki nógu góð í að útskýra það á mannamáli sko. Þú veist, núna er hægt að skrifa bara útskýra þetta fyrir mér eins og þessi 10 ára í 10 skrefum og jöfnvillið maður ég er samt fegin að útskrifast úr háskóla fyrir þennan tíma því að það getur þá enginn tekið af mér ekki einu sinni í chatbotin helvítis botin alveg rétt þetta er sko ef þetta er nýtt svona og þú nýtir þetta til þess kannski að kenna þér í staðin fyrir að koma með alla lausnir á silfurfatti þá getur þú fengið alveg ævintýralega mikið út úr þessu og þetta getur kennt þér nánast það sem þetta eftir sko þú getur beilina greint bíliðin leikandi, þú þarf bara að skrifa inn réttar upplýsingur og bara segja mig hvað mögulega getur maður þarf eiginlega að temja sér það huga alltaf þegar kemur upp eitthvað vandamál eða spurning bara ChatGPT það er oft bara mjög þægilegt ég veit að þú ert búin að temja þér sko. ég er ekki alveg búin að temja þér stundum svo líður einhver klukkutíma eitthvað svona þetta get ég bara spurt ChatGPT að þessu já, sjálfsög þannig að það væri góð hugmynd að gera það en Siggi, að lokum framtíðin hvað þú þyrftir að spá í þessu? Já, hvar verðum við með þetta eftir 5 ár? Verður ChatGPT farið að búa bara til byggingar og gameskip og það er nú jafnvel talað um að þetta getur verið bara þú veist, hlið í átt að sko þú veist, bara nýjum uppfinningum að ChatGPT eða bara gervigreindin finnir hreinlega bara upp á nýjum hlutum getur leyst bara einhver náttúru lögmál og annað sem að við mannkyni skiljum ekki Já Ég er alveg með Mér er sann svo erfitt að hugsa út í það að eitthvað sem að mannskepnan býr til geti, þú veist, fattað upp á einhverju sem að manneskjan myndi ekki geta gert, sko. Já, það er eiginlega alveg galið. Ég næ ekki yfir þá hugsun, sko. Þetta bara virðist vera nýjur raunveruleiki núna. En síðan, þú veist, það er margt í þessu. Eins og til dæmis þegar MySpace kom, þá vissum við ekki að því að Facebook ætti eftir að koma að vera risi. Það getur vel verið að OpenAI sé MySpace í þessu. Að það er eftir að koma einhver
sem að eru margfalt betri þannig að það gæti alveg verið að það sé staðan og þetta fari á eitthvað nýtt level og eins og ég var að segja með þarna það er einhverjir í Stanford sem eru búin að búa til gleru með þessu það getur vel verið að eftir innan við ár þá verða allir aldraðir konni með einhverja lausn í kringu þetta eða eitthvað bara til að hjálpa þeim með alls konar það er klálega hægt að það eru til raddir, gervigrindar raddir sem þú getur látið lesa upp fyrir texta þannig að ég get ímynda mér að alls konar þjónusta verið leyst svona með þessu það er alveg óbóðslega mikið sem á held ég eftir að fara í gegnum bara eitthvað sem að við höfum ekkert endilega hugmynd um núna í rauninni og þú veist það er byrjað að búa til vélmenni ef það er að tengja þetta beint við vélmennin og það er að tengja síðan þessa raddgaura við það, þá geta vélmenni ferið að tala, þau eru með allar upplýsingar þetta er alveg skeri en að móti kemur að þú veist, ef við viljum fara á dýftina þá þetta gæti alveg orðið að útrýmingu mannkyns vegna þess að þú veist, eftir 10-15 ár ég er mjög hrifinn af þeim spekulationum eftir 10 ár eða 15 þú verður komið með vélmenni sem að sinnir öllu þínu þörfum og er nákvæmlega eins og þú vilt og þú veist, er alltaf bara þægilegur og bara þú veist, það klikkar ekkert þú veit nákvæmlega hvað þú vilt hvenær þú vilt það, hvernig þú vilt hafa hlutina hvernig þú vilt hafa samskipti af hverju ættur að vilja einhverja mannesku sem er með galla þú veist, það getur vel verið að fólk hætti bara að fjölga sér hægt og rólega og bara AI verði eftir og því að það eru bara bestu makarnir sko. þú veist, þetta er alveg skeri það þarf að hafa kill switch á svona það verður að vera eitthvað ef það verður einhverju svona robotar sko. en það verður spennandi að sjá hvert það fer hvort þetta verði til góðs eða íls, við vitum það ekki enn á þessum tímabúti, en við erum allan að sammála um það að þetta er allan að til góðs í dag svona fyrir flesta, nema fyrir þá sem eru kannski að missa vinnuna út af þessu en það er þá allavega tækifæri til að efla sig algjörlega ég held að það séu góð lokaorð það held ég Sigur Már, kæra þakki fyrir ef fólk hefur áhuga að hafa samband við þig þá er það Siggi @Arcade, það er skrifað ARCE Herru, þá látum við þessu loknu í bili, við verðum aftur með ykkur á þriðjudaginn, þá ætti Iddi að vera komin aftur í bæinn og við heyrumst þá. Takk fyrir. Takk fyrir.